Jæja, Elisabeth, þú vannst. Kom þetta óvart? Já, þetta kom þetta óvart. Já. Ég var alveg sem að Arndís myndi vera alltaf í fyrsta sæti. En þetta ótrúlega afrek sem að þú gerðir á síðasta ári. Þú fórst í gegnum 168-69 kilometra löng hlaup. Já, 100 mílna hlaup. 100 mílna, já. Segðu okkur aðeins frá því. Fyrst fórstu til Japan. Já. Og hvernig hlaup var það? Það var svona, fjallahlaup, hlaup í kringum Mount Fuji sem hæsta fjallið í Japan. Já. Og það einmitt svona hátt í 170 kilometrar og heildarhækkun þar yfir 9000 metrar. Þannig að þetta margir, Ferðu upp og niður. Upp og niður og mjög tæknilegt hlaup á köflum en samanskapi var þetta mjög fjölbreytt leið. Þannig að það henta mér vel af því að ég svona ágæti að laupa kannski á sléttu sko, ég held lengi út þar og svo finnst mér rosa gaman að klifra og svo náði ég þarna verða dálítið góð að hlaupa niður. Já. Og þetta saman hentaði mér mjög vel. Þú þarft að byggja upp góðan styrk fyrir svona hlaup, það ekki? Jú. Setturðu aukna áherslu þá í þrekaæfingar eitthvað í aðdragandann? Já, þetta var náttúrulega æfingatímabili var bara janúar, febrúar, mars og náttúrulega svo svona smá apríl, maður náttúrulega trappar vel niður fyrir svona og þarna var ég með styrktaræfingar alveg fast að minnstakosti einu sinni í viku þar sem að ég var næstum 2 tíma kannski í hoppum og miklu álagi. Já, hvað var hlaupamagnið svona á viku að jafnaði í þessum undirbúningi? Sko kílómetramagnið ekkert rosalega mikið, kannski svona 80, 90, 100. Já. Svona, kílómetramagnið ekkert gríðarlega mikið en þetta var mjög mikill tíma á fótum og kannski heildar svona meðaltali tími var kannski 15 til 20 tímar á viku þá samanlögð öll þjálfun í kringum þetta. Og þetta hlaup tók hvað langa tíma? Ég var 31 tíma. 31? Ég man ekki alveg hvað marga mínútur, 31 tíma, já. Og hvernig fer maður í gegnum svona, verður maður ekkert syfjaður á einhverju tímapunkti? Ég var einu sinni syfjuð, það var þegar sólin var að fara að setjast þarna daginn eftir. Það byrjaði að hlaupa sem sagt síðdeis, þannig að maður að koma í mark í rauninni kvöldi daginn eftir. Já. Þannig að það var svona 1 tímapunktur en það gríðarlega mikið adrenalín í gangi. Allan tíma nánast og maður að hugsa mjög margar hluti, það alltaf stutt í eitthvað klikki, maður að halda maganum góðum, alltaf orkuinntöku svona reglulegri allan tíman. Hvernig var svona mataræði svona á hlaupaleiðinu? Þú náttúrulega þurft að borða eitthvað, það dugar ekki bara að drekka. Nei, það var ég ætla að nota gel heilmikið og ég reyndi að koma eins mörgum vonum í svona og ég þurfti aldrei að taka of mikið og ég var að blanda saman gelum og líka venjulegum mat og borðaði bara það sem var í boði á stöðunum og þarna vorum við í Japan og Japanir gera allt öðruvísi en við, þeir borða allt öðruvísi mat þannig að við svona dagana áður þá fáum maður að kynna sér hvað yrði í boði og hvort það myndi henta og það var bara svínvirkaði, hrískurjón og núluréttir og nánast sushi sko, það var mjög gott. Já, og þú lendir í hvað 11. sæti kvenna var það ekki? Já. Það er flott. En hvernig síðan, svo ferði í Laugaveginn í júli, miðjan júli, þá ertu, hvað er það, 2,5 mánuði seinna var það ekki? Þetta var í apríl og það var í maí, júní og þurftir ekki að hvíla þetta eftir svona mikil átök? Jú, ég var kannski, ég tók nú alveg rólegar vikur en ég var fljótt farin að stað aftur. Þetta gekk bara svo vel og ég kom svo vel undirbúin í þetta hlaup að ég var fljót að jafna mig. Þannig að það hefur heilmikið að segja sko og kannski aldrei allt of langt í hlaupinu sjálfu. Þannig að undirbúningurinn gagnaðist fyrir Laugaveginn og þurftir ekki að bæta kannski mikið svona? Nei, og ég var í rauninni formið fyrir Fuji það endist mér allt sumarið náttúrulega, þannig að ég gæti eiginlega verið að bara leika mér sumarið. Hvernig var svo Laugavegurinn, hvernig fór hann í? Þú varst að bæta þig, vannst? Já, ég bætti mig 12 mínútur, það síðast held ég og bara rosa skemmtilegt, náttúrulega dálítið erfiðar aðstæður svona miðað við það sem maður er vanur á Laugaveginum en mjög alltaf rosalega skemmtilegt hlaup og ég átti alls ekkert vonaði að vera
endilega að sigra hlaupið, bara en það var gaman að bæta sig, númer 1, 2 og 3. Svo það sem að allavega mér þótti mjög sérstætt, þá ferðu bara aftur í svona langhlaup eins og í Fuji, 168 km þarna í Mont Blanc. Já. Og það bara í lok ágúst, það ekkert svona langur tíma milli. Það var svona eitthvað öðruvísi, það ekki? Hvað var svona öðruvísi við það hlaup? Sko það dálítil áhætta að skella sér í það. Ég bara eftir Fuji-hlaupið þá fann ég að mér langaði rosalega að fara í Mont Blanc og ég reyndi að komast inn þarna eftir og það gekk eftir. Þannig að ég stökk á tækifærið. Nú get ég farið, ég tilbúin, ætlaði að reyna að fara í fyrra, komst ekki inn, þannig að ég var bara að bíða eftir að komast í þetta hlaup og langaði að klára fyrir 30. Og þannig að það gekk allt upp með það og ég var bara í góðu formu, ég var bara í góðu standi og gat verið, æfingarnar voru kannski ekki eins svona strúktúreraðar eða svona markvissar, heldur náði ég að leika mér aðeins meira, bara langir dagar og nota veðrið ef það var í boði. En ekki kannski svona föst rútínu eins og fyrir Japan hlaupið. En hlaupið sjálft, það svona meira upp og niður að því að... Já, það er miklu, þar ertu bara annarkvort að fara upp eða niður. Það er ekki, í Fuji það var svona meira aflíðandi hlaup, margar minni brekkur, en mjög erfitt klifurinn á milli þar sem maður komst nánast ekkert áfram, sko, halda sér í keðjur og reipi. En hafandi gert þetta í fyrra, hvað þá framöndan á þessu ári? Ég er skráður hlaup núna eftir mánuð sem heitir Transgran Canaria. Það er hlaupa yfir hérna á Kanari, 125 kilometrar. Og er bara svona nokkuð vel stand fyrir það. Ég ætla bara svona að hafa gaman. Fleiri Íslendingar að fara? Við erum líklega Börkur Árnason sem að hlaupir líka. Og aðrir líka í styttri vegalengdum líklega. En ég er búin að ná ágætis æfingarlotum núna í vetur. Flensa er búin að sjá mig mikið síðan í nóvember. Og þannig að veturinn er alltaf greinilega erfiður tími. Maður þarf að vera heppinn til að ná svona, held ég, góður uppbyggingu. Hvernig spáir veðrinu framöndan? Næstu vikur? Ég vona að verði bara sem mest af snjó, því að það er langt best að æfa fyrir utanvegarhlaup í djúpum snjó. Já, er það? Já, mér finnst það mjög gott. En ertu þá svona hætt að hlaupa á götunni eða ertu alveg komin bara í utanvegarhlaupinu? Ég hljópa ekki neitt götuhlaupi fyrra. Þannig að ég finnst að mér bara líður svo rosalega vel í þessu og þetta á bara gríðarlega vel við mig og ef að hlaupið er fjölbreytt, ef að við erum að blanda saman kannski smá götu, brekku, fjalli, það finnst mér frábært. En þessu undirbúningur myndi nú örugglega gagnast þér fyrir 1 og 1 maraþon svona næstu árin, sko? Jú, ég mun einhvern tímann, ég mun alveg taka maraþon aftur einhvern tímann en kannski ekki endilega þessu ári eða næsta en mér finnst þetta algjörlega máli núna og reyna að drífa fleira fólk í þetta sem er tilbúið að fara í svona hlaup. Já, flott mál, takk.